Frá Brú á Jökuldal koma bræðurnir Steinþór og Reynir Hrafn, eða Stessi og Brói eins og þeir eru betur þekktir. En þeir stofnuðu og reka nú saman verktakafyrirtækið Austurverk á Egilsstöðum. En Austurverk, hvernig fóruð út í að stofna Austurverk? Ætli það hafi ekki komið til að því að við höfum talið það að vera gott að fara að reyna að gera eitthvað sjálfir í staðan fyrir að vinna alltaf fyrir aðra og töldum okkur vera bara ágæta í þessu, í þessu jarðvinnu sko. Við erum nú bara ágætis reynslu og þekkingu í því og þannig við ákveðum bara að demba okkur í þetta. Já, hvenær stofnuðu þið fyrirtækið? Febrúar 2014. Já, þá byrjuðum við. Eftir að þeir stofnuðu fyrirtækið, keyptu þeir sig inn í Héraðsverk sem eru regnhlífasamtök verktaka á svæðinu. Þannig geta minni fyrirtæki unnið saman að stórum verkum. Hvernig er að vera bræður að stofna svona fyrirtæki? Hvernig ákveðið hver á að ráða og svoleiðis? Það er ekkert mál. Ég ræð og hann gerir það sem hún sýnist. Það er einhvern veginn svoleiðis. Ég held það. Já. Eru þið með fleiri starfsmenn með ykkur? Já. Við erum með nokkra starfsmenn sem eru að vinna í öðrum verkum bara eins og hjá Héraðsverk og fleiri stöðum hérna. Og með okkur hérna á Egilsstöðum líka. En hvernig er eins og Egilsstöðum? Ég held að hefur ekki metið yfir að vera með verktakafyrirtæki. Hvernig er að vera enn einn verktakinn á svona litlum stað? Ég get kannski útskýrt það ágætlega sko. Ég á svo mikið af börnum að þetta er rosalega svipað sko. Maður fer með þau í leikskólann á morgnana, það sem maður sér þar og þessi bransi hérna sko. Hann er mjög svipaður held ég. Þannig að það er bara gaman sko. Það er bara heiðarleg og skemmtileg samkeppni sem gengur bara vel sko. Heiðarleg samkeppni, þetta hljómaði svona eitthvað skringilega. Já, nei, er það. Er allir vinir bara? Það er engir óvinir allavega, ekki okkur vitandi allavega. Það er gott. En tækin sem þið eru með, hvaða tæki eru þið með í flotanum? Hann er að vera býsna breiður á stuttum tíma kannski, en við erum með bara smágröfur og alveg upp í 30 tonna gröfur og vel útbúnar og með búkollu. Hvað þið segið smágröfur, nú fyrir einhvern sem veit ekkert um gröfur eins og mig, hvað þýðir það? Það er bara þetta sem menn kalla mínigröfu, 2 tonna gröfu eins og menn er að grafa heim í garðið hjá sér. Svo erum við með litlar vélhjólburur og dót til þess að vinna fyrir einstaklinga inn í gorðum og svoleiðis og við getum raun og veru sinnt öllu sko, bara alveg frá einhverju smá verki upp í bara vegagerð sko. Eru þið þá aðalega að vinna hérna innan bæjar? Já, við erum langmest í því, náttúrulega með Héraðsverksvinnunni alltaf líka. Annars leggjum við mikið upp úr því að sinna Fljótsdalshéraði og íbúum Fljótsdalshéraðs. Já, og hitaveitunni og þessum veitufyrirtækjum sem hérna eru og svona bara þessu vinnu hér innan sveitafélagsins. Við höfum verið að reyna að sinna henni með eins vel og við getum sko. En hvernig er með svona verktakavinnu? Er einhver háanna tími eða er bara jafn mikið að gera allt árið? Þetta er nú breyst sko, það er orðið mikið meira, þetta er orðið dreifðar en það er vissulega er háanna tími yfir sumarið eins og núna erum við að byrja í þessum sumarverkum sem útboð og einhver sem við vorum búin að fá hér innan bæjar og það er náttúrulega alltaf meira heldur en á veturna sko en það er sama, þetta er orðið dreifðara. Á veturna sinna þeir snjómokstri samhliða vegagerð með Héraðsverki en þeir vinna meðal annars að styttingu á þjóðveginum í Berufjarðarbotni. En hvernig er að manna svona fyrirtæki, að fá menn í vélavinnu? Það er dálítið erfitt sko. Það er ekki sóst eins mikið í þetta eins og var sko, sem er nú svona, ég skil það ekki alveg sko. Þetta er bara skemmtileg vinna sko og mjög gefandi sko. Og við vorum 17, 18, 19 ára og þá voru bara allir, það fóru bara í þennan geira að vinna í einhverju tengdu þessu eða í kringum þetta en núna er þetta einn og einn sem kemur sem hefur áhuga á þessu að koma í þetta. Þar að leiðandi minna af hæfum mönnum. Hvenær byrjuðu þið í vélavinnu? Hvenær? Það er 90 og ég veit það ekki, 5, 6, 7, kannski ekki svoleiðis, 8. Maður náttúrulega bara aldrei gert eiginlega neitt annað sko, heldur en að maður náttúrulega var bara á vélum og tækjum í sveitinum á krakki og svo fór maður bara að vinna einhverju tengdu þessu. Já, maður fór náttúrulega sjó og alls konar einhverja vinnu svona þegar maður var strax eftir grunnskólan sko, en aldrei gert neitt annað en vinna.